Komið sæl og verið velkomin á IA TV í samstarfi við Omnis og Síman á Norðurlandsvöll. Í kvöld það IA og Víkingur Ólafsvík í fyrstu spenna. Hjá mér engin önnur en Helga Sjöfn Jóhannesdóttir, formaður IA og fyrrverandi kona á Skaganum. Velkomin. Hvernig líst þér á þetta í kvöld? Mér líst bara mjög vel á þetta í kvöld. Þetta gríðarlega mikilvæg leikur fyrir stelpunar. Það mikilvægt að ná að vinna í kvöld. Þannig að ég full að trúa. Fyrirfram myndi maður ætla að Skagalið ætti að eiga vísan sigur hérna, en gengið í undanförnum leikjum svona gefur þeim meira en ekki leyfi á að vanmeta einn eða neitt, ekki eins og Víking Ólafsvík. Nei, það aldrei hægt að vanmeta í fótboltanum og gengið náttúrulega hjá Skagastúlkunum hefur ekki verið gott undanfarið og ég veit að Víkingur Ólafsvík hefur verið að vinna eitthvað allavega vann daginn leik, þannig að þær eru örugglega koma ákveðna til leiks, þannig að það ekki gefið í þessu. Já, sko, Víkingur er í næstnæsta sæti og eini sigurleikurinn var á móti Tindastóli en leikirnir sem þær hafa verið að tapa hafa ekki verið að tapa þeim stórt, þannig að þetta er auðvitað lið sem að berst mikið og fyrir sínu. Já, algjörlega, og þetta verður klárlega baráttu leikur fyrir kvöld. Mér skilst að það verið sama byrjunlið hjá IA og í síðasta leik, þannig að Heiðrún og Bryndís eru báðar á bekknum áfram. Hvað heldur að við sástu síðasta leik? Herðu, ég sá bara aðeins brot úr síðasta leik. Þá var staðan orðin 4-0 held ég. Já, ég sá 1 marki á Skagamönnum. Þannig að, já. Nei, reyndar, ég er að rugla Selfossleikinn. Ég sá ekki Þróttaraleikinn, nei. Mér skilst að þar hafið þær spilað mjög vel í 60 mínútur og úrslit leiksins hefðu ekki verið endilega svona lýsandi fyrir gangleiksins, en það er ákveð að halda saman byrjunlið úr þeim leik og þá erum við með sterka leikmenn á bekknum. Er þetta ekki bara í besta mál í rauninni og að gefa öðrum tækifæri? Jú, að sjálfsögðu, og Heiðrún og Bryndís komu þá bara sterkar inn seinna í leiknum. Þannig að ég er full að trúa á þessu byrjunarlið og hérna. Herðu, við ætlum að taka okkur smá break og við sjáumst hérna eftir, hvað ég var að segja, svona 10 mínútur hefst leikurinn og þið fylgist með til enda á IA TV í samstarfi við Omnis og Síman. Sjáumst á. Ég er stolt af því að búa í bæ sem hefur svona mikla íþróttasögu, knattspyrnusögu og þegar ég sá myndbandi sem að Icelandair lét gera daginn af Ríkharði Jónssyni á Langasandi þá bara fann ég alveg hvað þetta er merkileg saga og það er auðvitað að búa í bæjarfélagi sem hefur átt 50 atvinnumenn í knattspyrnu er náttúrulega stórkostlegt. Ég er algjörlega viss það að strákarnir okkar og stelpurnar okkar hérna á Akranesi eiga eftir að ná í toppbaráttuna aftur. Ég hef engan sérstakann áhuga á fótbolta. Þannig að ég var reyndar alltaf í fótbolta sjálfur þegar ég átti heima á Akranesi þegar ég var lítill. En ég var ekkert uppáhaldslið í ensku deildinni eða neitt þannig. Ég var bara eitt uppáhaldsfótboltalið. Það er eina fótboltalið í heiminu sem ég hef áhuga á fyrir utan íslenska landsliði núna. Það er IA að sjálfsögðu. Og ég hafi aldrei farið oftar á völlinn en fyrir svona rúmum 20 árum þegar Skagamenn féllu og þeir komu svo upp aftur. Arnar og Bjarki og Sturri og Pálmi og allir þeir, allt það lið. Það var algjörlega frábært. Ég man þegar að Dóra Gylfa skoraði mark í bikarleik á móti Keflavík og það braust út svo ótrúlegu fagnaður að hún breiddi út löngu hendurnar sínar og náði bara að faðma allt liðið í einu og
Ég fæ eiginlega bara ennþá gæsahúð þegar ég hugsa það. Ég gleymi því aldrei hvar ég var þegar IA vann Feyenoord á Laugardalsvellinum. Þá sat ég með Lúlla félaga mínum sem vinnur í sementinu, sátu hlið við hlið og svo skorar Óli Þórðar og ég stend upp, fagna, tek utan Lúlla og faðma hann og tek svo eftir í það að foss blæður úr eyranu á honum. Fattaði ég á með eyrnalokkin hans utan puttan á mér. Reif úr honum eyrnalokkin og hann var allur í blóði. Og Metcon reynir að trufla sending fyrir markið og þar kemur skallið og góður! Markið hjá henni Ingunu alveg ógleymanlegt.